Ef þú leggst inn á sjúkrahús, þá er eitt mjög mikilvægt ef þú vilt tryggja öryggi þitt. Það er að fá upplýsingar hver er þinn ábyrgi læknir og hver er þinn ábyrgu hjúkrunarfræðingur. Þetta er skráð í þína sjúkraskrá. Þetta er gjarnan fólk sem er í fullri vinnu, vinnur á dagvaktum, virka daga og býr yfir mikilli þekkingu og reynslu. Þetta er þitt teymi og þarna liggur eiginlega öryggi þitt. Fáðu nefnið þeirra að skrifa á blað og ef þú þarft mynd þá er það líka alveg í lagi. En af hverju þurfum við þessar upplýsingar? Jú, eins og ég sagði, þetta er teymið þitt og mjög mikilvægt að þú eigir fyrst og fremst samskipti við þetta fólk. Þú spyrja þau og þau eru skyldu að útskýra fyrir þér, hjálpa þér að taka ákvarðanir varðandi þína meðferð og þau eru skyldu að skrá í sjúkraskrána þína til þess að allir hinir starfsmenn deildarinnar fylgi eftir og allir vinni í takt varðandi þína velferð. Þú leggst kannski inn á deilda sem vinnur 100 manns á alls konar vöktum. En það eru þessi tveir sem bera fyrst og fremst ábyrgð og eru þitt teymi. Og annað mikilvægt er að þú fáir einhvern þér nákominn til að vera í þessu teymi. Einhver sem getur setið fundi með þér, hjálpa þér að velta upp málum og spöglera, muna og ég vil vera í samskiptum við þessa einstaklinga. Þessi aðstandandi þinn er gjarnan skráður sem nánasti aðstandandi í sjúkraskrá og fær þá upplýsingar ef þarf. Það er ekki allir sem eiga að fá slíkar upplýsingar. Þessir ábyrgu starfsmenn eiga að fylgjast með daglega. Þeir eiga að skrá í sjúkraskrá. Þeir eiga að fylgja hlutunum eftir. Og ef þú flyst á milli deilda, þá getur verið að það skipti að fá nýja ábyrga einstaklinga. Ábyrgan lækni, ábyrgan hjúkrunarfræðing. Svo fara starfsmenn í sumarfrí. Þá þarf einhver að koma í staðinn. Þetta er nefnilega lykilatriði í öryggi sjúklinga. Svo ég útskýri þetta enn betur með dæmi. Það féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur 23. september 2020. Þar kemur fram að maður lést eftir að hann var fluttur á milli deilda og þessi ábyrgu starfsmenn sem hann hafði fór í sumarfrí. Það láðist að veita honum þessa 2 nýju ábyrgu starfsmenn og það var enginn sem fylgdi honum eftir. Enginn sem fylgdist með dagsdaglega og gat gripið inn í. En við þurfum að gera það sem við getum til að koma í veg fyrir svona mistök. Það er mjög auðvelt að gera mistök á sjúkrahúsi og margar holur sem hægt er að detta ofan í. Við getum hjálpað til með því að vera vakandi, gera það sem við getum til að loka þessum holum og gera erfiðara að detta ofan í þær. Fáðu nöfn þeirra sem eru ábyrgu læknir og ábyrgu hjúkrunarfræðingur og tryggðu þannig öryggið þitt. En fylgstu með á auðbjörg.com og skráðu á póstlista. Og í þessari bók eru fleiri dæmi og leiðbeiningar hvað við getum gert til að auka öryggi okkar. Sendu mér endilega spurningar og láttu mig vita hvað þið finnst. Kannski viltu vita eitthvað meira. En ég geri mitt besta og heyrumst.